Það farið að líða á þessa seríu af 8 erindum efni opinberunarbókarinnar. Þetta það 7. Og ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur eitt og annað í Biblíunni sem að hjálpar ykkur til að skilja ýmislegt í opinberunarbókinni. Og það kemur bara hérna næstu því strax. Í 12. kaflanum í opinberunarbókinni þá segir frá 16. versi að jörðin kom konunni til hjálpar. Konan söfnuður Guðs. En konan getur farið eða vikið af vegi Guðs og þá það ekki söfnuður Guðs. Þannig opinberunarbókin að kynna fyrir okkur 2 konur. Báðar tákna söfnuði eða trúfélög. En þið munum sjá það þegar á líður að hvernig kona það sem að táknar Guðs söfnuð. Svo segir að jörðin kom eða opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið. Þetta ofsóknir óvinarins, drekans sem spjóur munni honum eða sér þessum ofsóknum gegn söfnuðinum á liðnum tíma. Við fórum yfir 1260 árin og komaðum inn á það aftur í dag. Svo segir þá reiddist drekinn konunni. Af hverju? Af því að söfnuður reyndist Guði trúr, eða margir minnstakosti. Og þá fór hann til að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Takið eftir hvað þetta mikilvægt. Afkomendi eða afkomendur, þetta merkir fólk sem afgangur, restin af einhverju stærra. Og afkomendur, það eru þeir sem lifa af. Og það eru þeir sem Satan, sem merktur eða táknaður með drekanum, hvað vestur gegn í heiftulegum ofsóknum sínum. Og svo gefið til kynna hvað auðkennir þessa afkomendur trúarinnar. Það að þeir eru trúfastir Guði þegar kemur á boðorðum hans. Þetta eru þeir sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Vitnisburðurinn Biblían, það boðskapur. En boð, það eru alveg nánast tiltekið boðorðin 10 því að það stjórnarskrá Guðs ríkis sem varir að eilífu. Nú þurfum við að skreppa örlítið yfir í 17. kaflan í opinberunarbókinni því að þar viljum við finna eitt tákn sem mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa. Í 13. versi segir að þessir hafa allir eitt ráð. Þetta stóri fjöldinn sem ekki varðveitir boð Guðs og trúna á Jesú. Þeir sameinast. Og hvað það sem að gerast í dag? Í hinum kristilega trúar heimi. Það allir að sameinast undir einni forystu og við komum nánar að því. Það segir, þeir hafa allir eitt ráð og máttinn og vald sitt gefa þeir dýrinu. Hvaða dýri? Við komum að þessu. Þessir munu heyja stríð við lambið. Jesús lambið. Sjáu hvað þetta einfalt. Og lambið og þeir sem með því hinni kölluðu og útvöldu og trúu munu sigra þá. Það að segja fjöldan sem hafa sameinast undir einu stjórnarvaldi. Því að lambið drottin, drottna og konungur konunga. Þannig Jesús á ferðinni að hjálpa þessu litla hópi sem reynist honum trúr. Svo segir, og hann segir við mig, hérna kemur lykillinn að því sem við ætlum að skoða í dag. Vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, hérna komið kona sem ekki hrein og falleg og fögur eða sem varðveitir allan boðskap drottins. Hún mengu, hún spillt og Biblían kallar hana skækju. Að vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, líðir, fólk, þjóður og tungur. Svo að þegar við svo lesum að dýr kemur upp úr hafinu, upp úr vötnunum,
þá vitum við hvað átt við. Við skulum bara halda áfram. Þið vitið að haf mikið vatn og upp úr vötnunum koma þetta fólk og líðir og tungur og sem sagt vötnin tákna fólk, þjóðir og svo framvegis. Og svo lesum við núna í 13. kaflanum í 1. versi og þar áfram. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Hvað táknaði vatnið, hafið? Fólk, þjóðir. Það segir það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hornu þess voru 10 enni djást og höfðu þess voru guðlöstunar nöfn. Svo þið sjáu strax hvað sem þetta táknar. Þetta eitthvað andguðlegt. Vill ekki með Guð hafa, hlýðir ekki honum, gerir uppreið gegn Guði, alveg svo Satan sem táknaði með drekanum í þessu myndmáli sem forustu engildi sem einu sinni var á himnum. Gerði uppreið gegn Guði, eins og sagt fyrir 12. kafla Opinberunarbókarinnar og við erum búin að fara yfir það. Og svo þegar talaður horn, það í Biblíunni oft táknar konunga eða vald. En dýr líka tákna konunga eða stjórn og vald. Svo segir, númer 2 þarna, að dýrin sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Þannig verið að telja upp það volduasta í dýraríkinu, sem einkennir trúalegt vald, og við sjáum það betur. Drekinn, sem auðvitað það Satan, gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið, svo að þetta trúalega vald sem við erum að fara að kynnast núna, það fær allt valdið sem það þarf á meðal manna frá Satan sjálfur, sem gerðu uppreisn gegn Guði á himnum og var kastað niður í jörðina. Við fórum yfir þetta allt saman í 12. kaflanum nýlega. Svo segir eitt af höfðum þessa dýrs var sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Og þið minnist þess að í lok 1260 árana að þá var páfinn handtekinn árið 1790 og fluttur sem fangi til Frakklands þar sem að dó sem fangi. Og svo var engin forustu sauður fyrir páfadóm í langan tíma á eftir. Þetta var banasárið að þér virtist. En svo segir að banasárið, það læknaðist. Þetta mikilsvert að hafa í huga. Því að ef að þetta dýr var mikið sem sagt ofsóknarvald hérna áður fyrr, þá mun það fá lækningu til að gera hið sama alveg í lokin. Þetta svo auðskilið hinir þegar við tökum mark á því hvað sjálf Biblía segir að eitt og annað táknar. Dýr til dæmis eða horn og svo bók, boðskapur. Þannig eru hinn mismunandi tákn Opinberunarbókarinnar útskýrð fyrir okkur í Biblíunni. Stundum þurfum við að fara yfir í Gamla testamentið til að finna útskýringuna. En muniði frá því sem að við hugleitum í byrjun þessa erindaflokks að Jóhannes var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap og uppörfun og hvatningu til hinna trúuðu upp á meginlandinu, aðalega í Tyrklandi þar sem að kirkjurnar 7 voru, sem nefndir eru þarna í 2. og 3. kafla Opinberunarbókarinnar. Þá talaði hann eða skrifaði í táknmáli. Og rómversku hermennirnir sem pössuðu upp á hann, þeir skildu ekkert í þess og leyfðu þessum boðskap að fara upp á meginlandi. Hvaða skaða gat þetta gert? Hafa þeir eflaust hugsað. Svo að gamli maðurinn var kæn, en hann var, sem sagt, honum var leiðbeint af heilugum anda. Svo segir að þessi stóri meiri hluti á jörðinni, að þeir tilbáðu drekann, Satan. Og þá segir því, þetta getur ekki verið. Það fæstir sig gera sér grein fyrir því að þegar þeir hlýða einhverju trúalegu valdi sem stjórnað af drekanum eða Satan, þá eru þeir í reynd að tilbiðja drekan sem Satan. Og sjáu þið þarna í 4. versinu, það talað að þeir tilbáðu drekan.
Ekki láta ykkur detta í huga að jarðarbúar standi andspænis ykkur í skepnu eða furðu dýri og falli í stafi í undrun og tilbeiðslu frammi fyrir ykkur í skepnu. Ekki endilega, nema bara þeir sem að dýrka hjáguði svona í fáfræði sinni. En drekinn Satan, af því að hann við stjórn. Og muniði að Jesús sagði Satan, og þið lesið þetta í Guðspjöllunum, að höfðingja þessa heims verður útkastað. Kristur kom til þess að borga syndasektina fyrir okkur og þar með mun hann, þannig tryggði hann og mun hann kasta Satan í burt héðan. Og hann mun skapa nýjan heim og nýja jörð og við höfum eftir að sjá undursamlega atburði gerast sem að sagti frá í síðustu köflum opinberunarbókarinnar héðan í frá. Og ég hvet ykkur til að missekja því. En það segir þarna, aftur í 4. versinu, að þeir tilbáðu dýrið. Hvaða dýr? Sem kom upp úr hafinu, þarna í 1. versinu. Og við möttum að kynnast í hvaða dýr það nákvæmlega. Hver jafnast við dýrið og hver getur barist við þetta dýr? Við höldum bara áfram og við lesum, skreppum yfir í Daniels bók og þar segir, við sjá, að það 13. versi og þar áfram. Ég horfði í nætu sínunni, Daniel, hann sá veraldarsöguna, ekkert síður en Jóhannes löngu seinna. Og himinin, drottinn að sýna Daniel hvernig sögurnar eða mannkynssagan gekk fyrir sig eða myndi ganga fyrir sig. Og hann segir, ég horfði í nætu sínanum og sjá einhver kom í skýjum heimis sem mannssinni líktir. Hver haldið þetta sé? Auðvitað það sonurinn, Guðs sonur. Og hann kom þangað sem hinn aldraði var fyrir. Hver? Auðvitað það faðirinn. En það segir í 4. og 5. kaflanum í opinberunarbókinni að hinn aldraði, faðirinn, var í hásætinu. Þegar að Kristur kemur, lambið, til þess að tileinka sér, til þess að meðtaka þessa jörð og mannkynið, samkvæmt áformi Guðdómsins sem var lagt löngu áður mannkynið eða jörðin voru sköpuð. Svo segir í 14. versinu, að honum var gefið vald, heiður og ríki, svo að honum skyldu þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Jesús mun fá ríki sitt aftur sem Satan stal frá honum. Og hans vald eilíft. Og svo segir að það skal aldrei eða ekki undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Það gott að hafa þetta í huga vegna þess að Daniel útlista fyrir okkur að það verði 4 heimsveldi. Við komum að því. En út úr þessu varð ég, Daniel, sturlaður, segir hann sjálfur. Og sýnirnar sem fyrir mig bar, þetta skelfdi mig. Í 16. versi segir, ég gekk þá til eins af þeim þar stóðu og bað hann áreiðanlega skýring á öllu þessu. Hann talaði til mér og sagði mér, svofellda þýðing alls þessa. Sjáu þið hvernig spámennirnir, Daniel og Jóhannes, fá skýringar á þessu öllu saman sem við erum að lesa ýmist í opinberunarbókinni eða í Daniels bók. Og himinin ákafur að upplýsa þá, því þeir þrá að skilja og eins mun Guð gera fyrir okkur þegar við þráum að skilja eitt og annað sem kann að vera torskilið í Biblíunni. Svo enn áfram í 7. kafla Daniels bókar, í 17. versi, þá segir nánar dýr. Þessi stóru dýr, 4 að tölu, þetta heimsveldin sem að koma þarna eftir eða það bil að Daniel upplifir fyrsta dýrið, fyrsta konungsríkið, þá átt að koma 4 heimsveldi. 4 að tölu sem merkja það að 4 konungar muni hefjast á jörðinni. Þetta ekki bara hvaða konungar sem heldur heimsveldi. Og á dögum Daniels var það Babylon. Það var ekkert annað heimsveldi. Ekki sér réði allstaðar.
og svo kom Persaveldi, síðan gríska heimsveldi og lokum rómverska heimsveldi. Eftir þessi 4 heimsveldi hafa ekki verið nein heimsveldi. Jú, við tölum Bandaríkin sem heimsveldi, en það ræður ekki öllu. Það til rússneska heimsveldi, svo núna bara allt í einu komið kínverska heimsveldi. Og svo sjá menn indverska ríkið vera þróast upp í það að verða eins og til dæmis í Kína eða önnur svokölluð heimsveldi. En þessi 4 sem hafa komið við sögu í mannkynssögunni framöndu þetta þessi 4 sem ég var að telja fyrstu. Frá Babylon til Persaveldis, til gríska heimsveldisins, til rómverska heimsveldisins. Og svo segir að hinni heilugu hins hæsta muni eignast ríkið sem þrátt fyrir allt á meðal manna. Og þeir muni halda ríkinu ævilega aldir alda að eilífi sem sagt. Þá vildi ég segja Daniel fá áreiðanlega vitneskju 4. dýrið sem var ólíkt öllum hinum dýrunum. Ógurlegt mjög með járntönnum og eyrnblóm sem knosaði og sundu tróð með fótunum það sem það leyfði. Þannig var rómverska heimsveldi. Og svo segir frá 20. versi þarna í 7. kafla Daniels að hornin 10 sem voru á höfði þessa og hitt hornin sem þar spratt upp og 3 hornin féllu fyrir. Hérna erum við að kynnast eflaust ríkjasamsteypu Evrópu, þessi 10 horn. Því að upp úr þessum 10 hornum kom annað vald sem upprætti 3 af þeim. Páfadómur. Og það segir að þetta horn sem að 3 hornin féllu fyrir, það hafði augu og munn og talaði gífuryrði. Þið sjáu að þetta ekki venjulegt dýr eða bara eitthvað horn á dýri. Þetta mannlegt vald sem talar, meira að segja gífuryrði, það þýðir talar gegn Guði og það hafði augu. Það svo margt mannlegt við þetta vald og þið sjáuð að það aftur og aftur í Óperunarbókinni lýst sem einhverju valdi sem tilbeðið. Við höldum áfram. Ég horfði á hvernig horn þetta hafði stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til hinn aldraði kom. Og hinni heilugu hins hæsta fengu ná rétti sínum og sá tími að hinni heilugu settust af völdum þegar Kristi kemur. Við sjáum af öllu þessu, bæði því sem Jóhannes segir frá í Óperunarbókinni og við höfum eftir að sjá mikið meira, og af því sem að Daniel að lýsa, að drottinn núna í dag, og ég gefna þessar aldir, önnur kafin á bak við tjöldin, einmitt fyrir okkur til sáluhjálpar að eilífu. Orguðs ljós sem lýsir okkur á vegferð okkar til eilífs lífs. Biblían útskýrir sig sjálf þegar við lesum hana gaumgæfilega og reglulega. Ýmsar táknmyndir spádómanna verða þá mjög auðskildar. Nú förum við yfir í 13. kaflan í Óperunarbókinni. Frá 11. versi segir, og ég sá annað dýr. Þetta ekki dýri sem kom upp af hafinu, því að þetta stígur upp af jörðinni. Takið eftir. Mjög mikilvægur mismunur. Og það hafði 2 horn lík lamshornum. Hvaða dýr gæti þetta verið? Þegar að kristnir voru ofsóttir í gegnum aldirnar í Evrópu alla, að þá flýðu þeir að lokum yfir hafið í vesturátt, það sem nú heitir Norður-Ameríka. Og það sem einkenndi Bandaríki Norður-Ameríku var ein skepna, eitt dýr sem var í milljónatali á sléttum Bandaríkjanna. Það var bísundurinn, buffalóin með lamshorn, pínulítið, svo lítið bugðað horn. Og þarna okkur gefið til kynna hver þetta
En það talaði eins og dreki, stendur þarna. Svo að það merkilegt að það vald í Evrópu sem talar eins og dreki og svo verður til vald þarna vestamegin við Atlantshafið sem líka talar eins og dreki. Við erum að kynnast hérna lýsingu Åpenbarunarbókarinnar á því sem að gerast í dag. Og það segir þarna í 12. versi, það fer með allt vald fyrra dýrsins, þess sem kom upp úr hafinu, og fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyð, þetta snýstu tilbyðsli, sjáu þið, fyrra dýrið, það sem kom upp úr hafinu, páfadóminn, og sem varði heilt af banasári sínu. Sjáu þið hvernig þetta fellur allt saman, og það gjörir tákn mikil, svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannanna. Nú getum við litið tilbaka, þetta vald ofsótti, mjög svo, og jafnvel í milljónatali hinni kristnu létu lífi fyrir ofsóknum þessa trúarlega valds, allt í nafni drottins, sem var ekki sannleikur. Guð hafði ekkert með þetta að gera. Þetta var afvegaleitt fólk og sérstaklega andlegir leiðtogar hinni ýmsu kirkjudeilda sem tóku upp og eru alveg sérstaklega í dag að taka upp trú og kenningar undir forystu þessa valds sem táknað með dýri kom upp úr hafinu í 1. versi 13. kafla í Åpenbarunarbókinni. En nú erum við stödd í 11. versi sama kafla og það annað dýr sem kemur upp af jörðinni sem hafði þessi tvö lams eða var lík lamshornum, en það talaði eins og dreki. Það með boðskap eins og kemur frá Satan sem afvegaleiðir og spillir og leiðir til glötunar menn láta glepjast. Og þegar það svo lætur alla þá sem á jörðinni búa tilbyðja fyrra dýrið, og það dýrið sem fékk banasár en læknaðist af því, þá getum við séð hvaða vald þetta er. Svo segir í 13. versi það gjörir mikil tákn. Þetta á eftir að gerast, sumt af þessu, að láta eld falla af himni ofan. Getið þið ímyndað ykkur ef að einhver vera birtist á meðal manna hér á jörðinni í dag, glæsileg skínandi, voldu vera, augljóslega komið frá himni, sem segir bara puff, og það kemur eldleg druna og elding, ekki bara venjuleg elding, heldur eldur sem fellur á himni ofan. Og gerir þetta fyrir framan jarðarbúa. Þá þetta alveg yfirþyrmandi blekking. Þetta hlýtur að vera frá Guði komið, segja menn. Ef við ekki þekkjum þessa frásögu út frá ritningunni, þá svo auðvelt fyrir þennan dreka eða páfadóm, hvað sem þetta táknar, að blekkja okkur. En við höldum áfram. Í 14. versi það segir það afvega leiði þá sem á jörðinu búa. Það eins og sé allir sem að láta blekkjast, en það ekki allir. Það kemur í ljós. Þeir blekkjast af táknunum sem því var lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Guð ekkert að útiloka að falsbámenn og falspredikar komi fram á sjónarsviði og blekki fólk. Það segir þeim sem á jörðinu búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu. Nú erum við að tala tvennt hérna. Það dýr sem kom upp úr hafinu og það það sem táknar páfadóm. Svo kemur annað dýr upp á jörðinni sem voldugt, herafla og efnahagslegt veldi. Það hefur hún miklu að spila á meðal þjóðana á jörðinni. Og það kemur því til leiðar, eins og segir þarna í 14. versinu, að jarðarbúar skulu gera sér líkneski af dýrinu. Hvað skyldi vera líkneski dýrsins í dag? Þegar að Martin Luther við rannsókn á orðinu, á orði Guðs, uppgötvaði
að hjálpræði Guðs til okkar mannana stendur til boða sem gjöf fyrir náð. Þú getur ekkert gert til að ávinna þér eilíft líf. Guð í kærleika sínu gefur okkur þetta ef við viljum þiggja það. Við þurfum bara að þrá og vilja og lærum að elska að ganga á vegi drottins, sem þýðir að hafa í heiðri til dæmis stjórnarskrá Guðs ríkis. Getið þið ímyndað ykkur að Guð fara að bjóða okkur velkomin inn í himinin eftir að hafa kastað út Lúsifer, sem gerði sjálfa sig að þeim djöfli að afvegaleiða bæði engla á himnum og síðan mestallt mannkynið, að bjóða okkur bara velkomin inn í himinin aftur til að brjóta lög Guðs. Það kemur ekki til greina. Ef að þið lesið orð Guðs, þá getið ekki komist að annarri niðurstöðu en að bara þeir eru boðnir velkomnir sem læra að elska boðorð Guðs. Ekki til þess að þið bjargist eða frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda ykkur boðorð. Alls ekki. En þegar við elskum drottinn og meðtökum hjálpræði hans, þá viljum við ekki gera annað en að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Og svo segir þarna að þetta dýr sem kemur upp á jörðinni, það kemur því til leiðar að allir á jörðinni, svo að segja, munu gjöra sér líkneski. Þegar Martin Luther var til þess, eflaust notaður af Guði sjálfum, til þess að leiðrétta ýmislegt í kirkju Páfadóms á miðöldum. Þá var hann ofsóttur og allir þessi fylgdu honum að máli. En mótmælenda kirkjur urðu þá til. Guði sé lof fyrir það og við erum ein þeirra kirkna eða samnaða, trúarsamfélaga sem vilja hafa í heiðri þessa arfleifð frá Martin Luther. Og það eru akkurat núna 500 ár síðan að Martin Luther skrifaði 95 mótmælendagreinar og kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi. Hugsið ykkur? Og það er í dag sem að páfadómur og fráfallnar kirkjur sem eru núna táknaði með líkneski er að hamast við það að sameina öll trúfjölögin undir einum hatti, undir forystu eins trúalegs valds. Og þetta þykir ekki vinsæll boðskapur í dag. En meðan Drottinn gefur okkur verk að vinna, að boða sannleikann, að þá mun þetta alltaf hljóma til þess að reyna til þess að reyna að leiðrétta fólk í villu þeirra. Því að það er svo mikið trúarugl í hinum andlega heimi, hvar á meðal þjóða sem er á jörðinni, að þetta er alveg yfirgengileg blekking. Að við erum nú þar að segja að mótmælendakirkjur sem eru að undirbúa það óðum núna og eru búin að undirrita allmarga samninga eða samkomulag þess efnis að lúta forystu páfadóms. Þetta er að gerast þessa dagana. Og þar með eru trúfjölög sem gera þetta, orðina líkneski dýrsins, farin að hegða sig eins og dýri sem kom upp úr hafinu. Og þetta er ekki hægt nema einhvern veraldlegt vald, gefi hinu andlega valdi sem kom upp úr hafinu, hafi herafla, efnahagslegt vald og geti komið því til leiðar að, eins og segir síðan í þessu kafla, geti keypt eða selt enginn nema að þeir hafi merki dýrsins og lúti þessu valdi. Þegar að fólk gerir það, að þá er það orðið að líkneski fyrsta dýrsins. Svo segir að í 15. versi, því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu til við að líkneski dýrsins. Sjáu þið, það gerir allt það sama. Og dýrið sem er þá táknað, er tákn fyrir páfadóminn á miðöldum sem ofsótti, að líkneski dýrsins mun líka ofsækja. Mótmælenda kirkjur, margar hverjar,
munu líka ofsækja. Það líkneskið. Það það sem Guðs orð segir hérna. Og þetta snýst allt tilbeiðslu, takið eftir því. Ítrekað talað tilbeiðslu. Svo hvað sem dýrin tákna, þá krefjast þau þess að við breytum tilbeiðslu okkar frá sannleika yfir í villu. Við skulum halda áfram. Það segir þarna frá 16. versi í 13. kafla Opinberunarbókarinnar að það lætur alla, smáa og stóra, auðu og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Sjáðu hvernig svona valdið og þvingun eykst eftir því sem líður á frásögnina. Og það kemur því til leiðar að engi geti keypt þetta selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins og tölu nafns þess. Við verðum merkt og við komum nánar að því, en í 18. versi segir hér reynir á speki, sem sagt skilning, visku, að við reiknum út tölu dýrsins, þess sem kom upp úr hafinu, því að tala mannserða, þarna hafið það svart á hvítu, þetta er mannlegt vald. Er þetta hafið þetta skýrar þetta vinir? Svo segja menn að það sé svo erfitt að skilja Opinberunarbókina. Jæja. Og tala manns er 600, eða þessa manns er 666. Ég ætla ekkert að fara nánar út í þessa tölu núna. Það getur komið einhvern tíma seinna. En það sem er aðalatriðið að öll önnur auðkenni passa við Páfatón. 1260 árin. Ofsóknar valdið og hvernig banasárið læknast og nákvæmlega sem sagt á okkar tíma. Og þá er það að leitast við að sameina alla eins og viðleitninir í dag og margar yfirlýsingar þess efnis í fréttum. Og við höfum farið yfir það hérna líka áður. Jóhannes sá alla atburðarásina allt til enda. Og þetta er það sem Opinberunarbókin fjallar Það er baráttuna milli góðs og ills. Þetta byrjaði á himnum og heldur áfram hér á jörðu. Kristur í forustu liði engla himinsins reyndist Guði trúr. Kastaði Lúsifer, sem síðan var kallað Satan, og þeim englum sem fylgdu honum að málum til jarðar. Akkur til jarðar? Þeir fengu bólfestu hér af því að Adam og Eva féllu fyrir blekkingum og vinnaris, eins og sagt er frá í byrjun Biblíunnar. En Kristur gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann var ákveðinn í því að bjarga okkur ef við bara vildum eilífa björgun. Nú erum við komin yfir í 14. kaflan. Við stökkum hérna svolítið stórt á milli atriða. Stiklum á stóru og frá 7. versi segir frá, og þaðan frá segir frá 3 englum. Sjáu þið hvað eru englar oft í Opinberunarbókinni sendir til að flytja boðskap til jarðar. Hérna lesum við einnig, það er að segja þann fyrsta af 3 sem að hafa sérstakan loka boðskap til jarðarinnar. Það segir að þessi fyrsti engill af 3, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa, sem sagt öllum, og sérhverri þjóð og kynkvist tung og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefi honum dýrð því að kominu stund dómsans. Þetta er boðskapurinn sem að allir sannkristnir, allt sannkristið fólk, eiga að vera að boða í dag. Og hver er boðskapurinn? Að við tilbiðjum þann sem skapaði himin og jörð. Og boðum einnig að dómur er byrjaður á himnum. Dómur eilíf örlög okkar jarðarbúa. Það segir þarna, því að komin er stund dóms hans. Og við erum hvött til þess að tilbiðja það sem gjört hefur himinina og jörðina og hafi og uppbretta vatnana. En hvað er boðað í dag almennt í kristnum trúfjölugum eða stofnunum í dag? Þróunarkenning. Alls ekki skapara eða sköpunarsöguna. Akkur má ekki boða það sem er satt og rétt. Mannkynið er orðið svo spillt
af menguðum boðskap að þeir viti ekki sitt rjúkandi ráð. Ég að tala jarðarbúa yfirleitt. Þegar kennimenn boða eitt og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá verður til þessi yfirþyrmandi blekking að vesalings fólki. Það veit ekki sitt rjúkandi ráð annað en að treysta bara leiðtogunum sem prédika frá ræðustólum trúfélagana. Og sjálfur páfinn hefur tekið upp þróunarkenninguna. Páfadómur. Það gugna undan sannleikanum. Jæja, við höldum áfram. Í Åpenbarunarbókinni 14. kafla að frá 8. versi þá segir frá öðrum engli sem kom á eftir þessum fyrsta og sagði: fallin er Babýlon hin mikla, sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Boðskapur er stundum, og alveg sérstaklega í spádómum Åpenbarunarbókarinnar, boðskapur er stundum líkt við vín, við ljúffengan drykk, nema hann er orðinn mengaður núna. Mjög svo mengaður, og það er talað að þeir sem að tileinka sér slíka villukenningar, meðtaki, eða sem sagt, já, þetta reiðivín Guðs, ekki það að Guð sé að gefa þetta, heldur, og þessi líkt við saurlifnar. Ef það er eitthvað í Biblíunni, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, sem að Guð notar þetta táknmál yfir, það er ótrúmennska, saurlifnaður. Ótrúmennska í boðskap og boðun, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, margt tekið fram að menn eru einkennast af saurlifnaði, með skækju sem táknar þá fráhorfna kirkju. Og þetta er einn af þessum 3 boðsköpum englana þriggja. Við eigum að boða það að Babýlon er fallin, og Babýlon þýðir ruglingur. Þetta er nafn, munið eftir því minnir þessi í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók, þar sem sagt er frá því að menn fóru að byggja háa turn eftir flóði, svo þau myndu aldrei farast aftur í flóði. Ef Guð var búinn að gefa loforð og setja regnbogann í heiminin sem myndi minna okkur á. Ég mun aldrei aftur eyða öllu líf og jörðinni í vatni. En víða í Biblíunni er boðuð öðruvísi hreinsun en á dögum Nóa. Það verður eldleg hreinsun sem hreinsar svo að aftekur og synd verður aldrei framar til. En það kemur í ljós síðar. Það er einn sem vill fá að ráða í dag. Og það, því miður, eru það leiðtogar stærstu kirkjufélagana, flestra, sem eru þegar búnir að semja við páfadóm að lúta forystu páfans, hver sem hann er hverju sinni. Einn einstaklingur gæti svo vel verið ósköp elskulegur og brosandi og náungi sem í stöðu páfa, en það er valdið á bakviðan og sem hann notaði. Þá má líka minnast þess að sá sem er páfi núna er sá sem er jesúíti, fyrsti jesúítinn í allri kirkjusögunni sem að gerist páfi. Og jesúítar hafa svarið sérstakan eið að ganga af mótmælendum dauðum ef ekki er öðruvísi hægt að koma vitunni fyrir þá. Ég mun síðar meir sýna ykkur þetta, en það liggur ekkert á. Í 14. kaflanum í Åpenbarunarbókinni frá 9. versi að þá er sagt frá enn einum engli, voldugum engli sem kemur til jarðar og boðar þennan boðskap sem ég ætla núna að fara að lesa. Bara minnast þess að við, fólk Guðs, á að boða það sem þessir englar flytja okkur að boða. Hann segir: ef einhver tilbúður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hansína,
Þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs sem byrla óblandað í reiðibikar hans og hann mun hvali verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Rosalegur boðskapur sem hefur verið svo hrapalega misskilinn og rangtúlkaður, en við munum leitast við að leiðrétta það. Svo segir: og reykurinn frá hvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýrið tilbiðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Leyfum mér núna að tala merki dýrsins bara lítillega. Við erum ekki að tala ég get ekki séð að orð Guðs sé hér að tala að einhverja skráning og handabæki rétt undir húðina, sem ekki sést nema með einhverju skönnun eða þá á ennið. Heldur að þú hér á bakvið sá staður í líkama mannsins þar sem að þú tekur ákvarðanir. Og það með höndum, og hér lögð áhersla á hægri hendi, oftast nær styrka hendi einstaklingsins. Við vinnum með höndunum. Þannig þekktist þetta í þá daga þegar þetta skrifað. Svo hér verið að tala að þeir sem að taka ákvörðun að lúta valdi þessa dýrs, eða líkneski þessa dýrs, að þeir munu ekki hljóta hjálpræði drottins. Og þá spurningin: verða þeir kvaldir í eilífum eldi að eilífu? Við skulum aðeins skoða það hér, en ég hefur oft bæði í útvarpinu og eins á námskeiðunum oft farið yfir þetta með hvalirnar og eldin og hreinsun og svo framvegis. Ég ætla að gera þetta núna bara í stuttu formi. En vil geta þess að kærleiksríkur Guð mun alls ekki kvelja fólk eilífð í einhverju eldstíki. Slíkar hugmyndir eru boðaðar af afvegaleiddum prédikurum sem afbaka orð Guðs. Þvert á móti mun hann útrýma allri þjáningu að eilífu. Við skoðum þetta betur. Í Malaki, þetta í síðasta kafla Gamla testamentisins, þar segir frá byrjun: því sjá dagurinn kemur. Munið hvað opinberra bóki segir alltaf, og þessi getur líka í lok Daníelsbókar, að tíminn sé í nánd. Og hér Malaki að tala þennan dag sem í vændum. Að dagurinn kemur, brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Það verður ekkert eftir. Ekkert eftir til að kveljast. Förum yfir í Opinberunarbókina aftur, 16. kaflan og 7. versi. Ég heyrði altari segja: já, drottinn Guð og alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Svo hvað sem okkur finnst Guð, munu allir á himni og jörðu réttlátir og ranglátir, eins og kemur í ljós í síðasta erindinu í þessum erindaflokki, að þeir munu allir kveða upp þann dóm og komast að samkomulagi að allir dómar Guðs eru réttlátir. Og hér eru þeir sem á himni eru að segja þetta. Svo segir: og hinn fjórði hellti úr skál sinni yfir sólina. Þannig verið að tala pláurnar. Við komum betur að því í næsta erindi. Ég bara tek sýnisson hérna út úr þessum lista yfir pláur sem eiga enn eftir að koma. Og takið eftir því að þetta á eftir að koma en gerist áður Kristi kemur. Og hinn fjórði hellti úr sinni skál yfir sólina. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Og menninni stiknuð í ofurhita og lastmæltum nafni Guðs sem valdi hefur yfir pláum þessum, og ekki gjörðu þeir iðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Þetta að gerast áður Kristi kemur. Svo þetta ekki hvalastaður eilífð. Enda sjáum við í lokin í þessum erindaflokki
að þeir sem farast í þessari eldlegu hreinsun Guðs hér á jörðu, þeir farast gjörsamlega, verða aldrei til framar, þeir höfnuðu náð Guðs og gáfu Guð ekki tækifæri til þess að leiðrétta þá og bjóða þá velkomna inn í himini. Það sem að engin kvöl ríkir og við ætlum að skoða það nánar. En konurnar tvær, önnur afvegaleiðandi söfnuður eða kristni sem verður að líkneski dýrsins. En við erum hvött til þess í 14. kafla Opinberunarbókar, 12. versi, að hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra, hverra, sem varðveita boð Guðs og trún á Jesú. Sjáu þið hvað það mikilvægt að virða boðorð Guðs, meginreglu himinsins. Og í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni að þá kveðið upp úr þetta mjög afgerandi að Guð mun, frá 4. versinu segjum við, að hann mun þerra hvert tár af augum þeirra hinna hólpnu og dauðinn mun ekki frama til vera og hvað annað verður ekki frama til? Það segir þarna, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið, öll þjáning þessa heims. Og þjáning verður aldrei til í eilífðarríki Guðs. Og svo segir í 5. versi, og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Allt annað lygi. Eilífa kvalir, það bara ekki satt, segir Guð sjálfur. En Guð ítrekkað í allri Biblíunni, bæði Gamla og Nýja testamentinu boðar að söfnuðurinn hans fögur eins og kona sem klæðir sig skarti fyrir brúðkaupið og yndislega fögur og söfnuðurinn stundur kallað Síón hinn fagra og fínláta. En komum aðeins að stjórnarskrá Guðs ríkis sem svo margir kristnir sem játa kristna trú vilji ekki hafa í heiðri að öllu leyti og telja að þeir komist upp með þetta, gagnvart eilífðinni. Fyrsta boðorðið yfirleitt viðurkennt. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En svo byrja mótsagnirnar hjá mörgum kristnum. Annað boðorðið, það allt sett fram í hvítu, öðruvísi en fyrsta boðorðið. Þetta bara það sem ég hefi gert. Allt þetta vantar inn í trúarkenningabækur, fermingahver barnanna eins og hér á landi eða víða heim. Það búið að taka annað boðorði, gjörsamlega í burtu. Það má ekki vera þarna. Hver gerði þið þetta? Páfadómur. Og kennir öðrum kirkjudeildum, þetta allir að hafa þetta svona. En þetta bara ekkert allt í lagi. Svo þegar við komum að 4. boðorðinu, að þá segir það mjög einfaldlega í kenningarhverum kristinna manna, víðast hvar heim, og líka hér á Íslandi, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Svo öllu sem eftir kemur, samkvæmt orði Guðs, sleppt. Af hverju? Af því að páfadómurinn breytti þessu öllu saman og kennir kristnu fólki í dag að fikta svona við boðorðin. Og þegar þið farið heim, þá vonast ég til, ég ætla að biðja þessi heiðusmennar, Pétur og vinn minn ef þið tveir viljið koma og dreifa þessu á meðal allra fáið þið lista yfir boðorðin 10, vinstra megin á blaðinu, eins og það að finna í Biblíunni. Rita með eigin hendi Guðs. En hægra megin, þar eru stórar floppur, eyður, sem sýna hvað vantar í fræðsluna vegna þess að fólkið fær ekki að vita, fær ekki að læra. Og það verður gert upp vegna þessarar villu kenninga fræðslu á meðal kristina
þegar Kristur kemur aftur. Nema að Kristur sjálfur segir, og þetta Jóhannes 14, vers 15. Ef þið elskið mig, munið þið halda boðorð mín. Hafið þið tekið eftir hvað margir í umræðinu hvað sé rétt og rangt, að þeir hamast á því að segja aðalatið bara kærleikur. Og það alveg hárrétt. Og bara elska. Alveg hárrétt. En í hverju felst elska margra slíkra? Það að boða, ef það boðar eitthvað annað borð, villukenningar. Mikið vantar inn í fræðslu þá sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Svo segir Jesús Kristur, og þetta í Jóhannesi núna í 15. kaflanum, nema það 14. versi. Þér eru vinir mínir, ef þið gjörið það sem ég býð yður. Spurningin viljum við vera vinir hans? Ef við viljum vera vinir drottins, frelsara, mannana, viljum við þá hafa í heiðri meginreglur hans? Þessar sem að sálmaskáldi Davís sagði í fyrsta sálmi Davís, ég hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hauðsað ykkur? Við höfum séð í Biblíunni boðuð tímabil ofsókna gegn fólki Guðs, til dæmis 3,5 dagur. Og hver dagur táknar þá sem sagt það verið að boða svo mörg ár og svo framvegis. 42 mánuðir hver með 30 dögum eins og var í þá daga. 1260 dagar sem hver táknar 1260 ár. En í Daniel 7, 25. versi kemur enn eitt tímabili sem reynist vera sama tímabilið, en það kallað ein tíð, 2 tíðir og hálftíð. Við skulum lesa það. Að hann, þetta vald sem bæði Daniel sá og Jóhannes að myndi koma fram á síðustu dögum, mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugins hæsta, þetta eru ofsóknir, og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og þessu sem við vorum að nefna hér áðan, boðorðin 10. Og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, það þýðir 1 ár. Og 2 tíðir, það þýðir önnur 2 ár í viðbót við þetta eina, það eru komið 3 ár. Plus hálftíð. Þá þarna komin þessi 3,5 ár með svo mörgum dögum, 360 dögum hvert, 1260 dagar. Þannig kýs Biblían eða Guð á baki þjónum sínu sem skrifuðu reikningarnar að tala sama ofsókna tímabili, 1260 árin, með mismunandi formerkjum. Og þetta mannlega, trúalega vald sem Daniel og Jóhannes skrifa svo mikið það hefur gengið framar öllum öðrum trúarsöfnuðum í því að breyta lögum og boðskap Guðs. Til dæmis með því að fjarlægja algjörlega annað boðorðið, sem þið sjáuð á blöðunum sem fenguð, og líka mestan hluta 4. boðorðsins sem hvíldardaginn, og innleiða sunnudaginn sem helgan dag drottins, sem kemur úr sóldýrkenda tímabilinu. En þessi trúarsöfnuður, páfadómur, heldur á lofti svo kallari Maríudýrkun, og það má nefna margt fleira. Ef það eitthvað sem að páfadómurinn hamrar á þessa dagana, bæði þessi páfi sem nú ríki og sá sem hann tók við af, Benedikt páfi, þeir hömruðu á því sífellt biðja til Maríu. Það væri jafnvel áhrifameira en að biðja í nafni Jesú Krists. Nú á sér stað mikil áhersla á það að sameina allar kirkjur undir forystu páfadóms. Það jafnvel nú þegar byrjað að stimpla þá sem uppreisna seggi sem ekki vilja una forystu páfadóms. En það mun alltaf verða til lítill hópur sem reynist trúr Guði, en það eru þeir sem varðveita boðorð Guðs og trúna á Jesú Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Geiermann á blaðsíðu 50 segir svo, og nú orðrétt vitnað í. Spurning: hvaða dagur hvíldardagur? Svar: það laugardagurinn. Spurning: hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan?
Svar: vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Þetta vitnisburður kennimanna páfadóms. Og það meira þarna í þessari sömu tilvinnun að kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleika í andlegum málum og tilvitni lýkur. Ég stækkaði þarna stafina þarna í merki, bara til að auðvelda ykkur að sjá áherslu þeirra. Þetta merki páfadómsins vald og myndugleik og þeir eru ekkert að reyna að fela þetta. Svo segir í útgáfu sem kallast The Catholic Record, sem var gefið út í Ontario í Kanada 1. september 1923. Orðrétt segir þar: sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. Hugsið ykkur. Þetta samsvarandi því að ef ég kæmist bara upp með það að stela, þá allt í lagi. Þeir hafa komist upp með þetta af því að mestallur kristindómurinn gengst inn á þessa fræðslu sem sannleika frá hendi páfadóms. Og þeir minna á þetta sem þá staðreynd eða sönnun. Við gátum gert þetta og þess vegna þetta rétt að fylgja þessu. En ég vil minna á að Drottinn á sér ákveði merki. Þar segir nefnilega í Esekíel í 20. kapitula frá 12. versi: ég gaf þeim, þetta að segja sínu fólki, hvíldardaga mína, að þeir væru sambandstákn milli mín og þeir sjáu þeir merki sem Guð tileigna sér, til þess að menn skyldu viðurkenna að ég Drottinn sá sem helga þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Sjáu þið, hér það Drottinn sjálfur tekur af skarið. Þið munið ekki lifa alla eilífð. Þið fáið ekki einu svona að fara inn í himininn þegar að Drottinn kemur að sækja fólki sitt og fara með það héðan á jörðinni inn í dýrð himinsins. Ef við viljum ekki hafa í heiðri boðorð himinsins, hægt að hafa það skýrari þetta, vinir? Svo segir í annarri kaþólskri heimild sem heitir Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan, en þar þetta að finna orðrétt. Spurning: getur þú sannað það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar: hefði hún það ekki, hefði hún ekki getað komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja. Hún hefði ekki getað komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað 7. dagsins, en sú breyting hvergi boðin í Biblíunni. Þeir geta verið svo heiðarlegir í páfadómi og kennimenn páfadóms þegar kemur burttaka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir sjá eða já, ég kem skjótt. Amen, kom þú Drottinn Jesús.